Og áfram hölduðu með föstudagsþáttinn og nú ætlum við aðeins að skoða brunavarnir. Þeir eru komnir til mín frá Öryggismiðstöð Norðurlands, Helgi og Sævar. Velkomnir. Takk þér. Það hefur verið dálítið mikið að gera hérna á Akureyri í bara eldsvoðum. Það hafa brunnið nokkur hús hérna, kannski óvenju mörg, undanfarnar vikur. Eða hvað? Er þetta bara svona, er þetta bara meðaltalið haldið þið? Nei, þetta meira heldur en maður hefur verið. Er það ekki? Þannig að hver nákvæmlega ástæðan fyrir maður svo sem ekki tala með, en þetta er alveg örugglega meira heldur en hefur verið. Já, nóg að gera hjá slökkviliðinu. Algjörlega. En hefur þetta allt, þekkið þið til, það hafa ekki verið slys á fólki? Ekki sem ég veit allavega, það har verið alveg tæft á sum, það var alltaf maður inn í einum af þessum brunum. Já, var það á Ránagötunni eða Brekkugötunni? Það var niður í hinum með bryggjuna þar Já, niður á Eyri. Já, og þar er náttúrulega reykskynjari sem vekur hann. Já. Og þú sagði hann hafði verið á næturvakt, var þetta miðjan dag þessi bruni? Já. Já. Þannig að það er maður sem var á næturvakt og sofandi í húsinu. Veistu hvort þetta var gamalt eða nýtt hús? Hefði það getað fuðrað upp ef þetta er eitthvað gamalt timburhús? Já, þetta var svona timburhús sem hefði alveg getað fuðrað upp. Og, en ég held að það hefði nú eyðilagst mest vegna því, sko. Já. En þið hafið fundið einhverja aukningu þá hjá ykkur að fólk er að koma og kaupa sér skynjara? Já, mikið fyrirspurnir og raun og veru bara að spyrja hvað það þurfa að vera með og hana. Og það hefur kannski komið svolítið óvart að þegar maður fer svo yfir fólki að þá er kannski mestalagi 25 ára gamli skynjarinn eini. Einhvers staðar miðsvæðis í íbúðinni, jafnvel hún í skúffu, já. Og þannig að auðvitað átt að vera með í hverju svefnrými líka reykskynjara. Erum við eitthvað svona værukær með þetta? Er þetta kannski bara, það tók smá tíma kannski að fá fullorðna til að vera með hjálm á höfðinu að hjóla og kannski ekki ennþá allir byrjaðar á því, en þetta er eitthvað sem að hlýtur á endanum að verða bara svo sjálfsagt, eða hvað? Já. Manni finnst það allavega, sko. Já. Og talaðu hvort þetta er einhver aldurskipt, hver er kærulausari með það? Já. Að þá er þetta mjög oft, sko, finnst mér, ungt fólk að koma að kaupa sér íbúð og það kemur íbúðin og það er engin reykskynjari íbúð, sko. Og það var kannski eitthvað eldra fólk sem átti íbúðina. Þannig að það er unga fólki sem er kannski að taka skarið. Jafnvel að taka skarið og endar líka kannski unga fólk sem er með meira hlutin sem er kannski kveikn í, svo hlæðslutæki og annað. Allt þetta rafmagnsdót. Allt þetta rafmagnsdót sem er orðið í öllum herbyggjum. Þannig að þetta er svolítið liðinn tími að sést með bara einn skynjara fyrir allt húsið. Sko. Og hvað er svona ykkar hlutverk hérna í Öryggismiðstöðinni? Er það að gera það sama eða eru þið með verkaskiptingu eða? Það er alveg verkaskipting. Hvað gerir þú, Helgi? Sko ég er náttúrulega slökkvitækin er eiginlega mín sérgrein. Það er þín sérgrein? Já. Og það eru nokkrar tegundir? Já, það er þessi heimilistæki sem eru orðið núna, það er léttvatn sem við köllum. Já. Og það er bara alhliða tæki og... Má sprauta á alla elda? Já, kannski ekki endilega æskilegt að rafmagnselda, en það má setja þetta á rafmagnselda. Já. Og léttvatnstæki hefur það fram í dufttækinu, það er minni óþrif að því, sko. Já. Þannig að... Dufttækið þá er hvít froða yfir allt. Já, ég veit þá, það má líkaðilega við hveiti og þú veit marga mánuð að þrífa þetta. Þannig að léttvatnið er það sem menn er að nota í dag á heimilum. Og ef maður er nú búin að kaupa eitt svona tæki og er með það bara út í horni, hvað þarf að endurnýja þetta? Það er einmitt mikill hluti af vinnunni minni, það er að vera að endurnýja það sem er í tækjunum og yfirfara þau. Já. Og það er mjög algert að komi með þetta einu sinni á ári og láti kíka á þetta. Það er að vera alltaf meira og meira það, sko. Já. En svo eru líka mjög margir sem koma, sko, og eru, ég keypti þetta tæki, þetta er nú ekki gamalt, sko. Svo komaði með tæki og það er svona 25 ára. Tíminn líður svo hratt á gerfinu. Og aldrei búið að kíkja tækið neitt og ég hef allt orðið fast í tækinu og þrýstingurinn fallinn og þannig að það á að skoða þetta árlega eða hvað? Já, það er lagt upp með það. Já. En ef við förum yfir þetta bara, það er með léttvatni, við skiptum blönd á 5 ára fresti, hún endist í 5 ár. Okay. En þú notar sama hylki bara og það er bara innihaldið? Já, sama hylki og þá ertu bara að koma með nýtt tæki aftur. Já. Og þetta er alltaf að vera algengar menn er meðvitaðir þetta, sko. Maður þarf að vera með þetta einhverju svona skema því að 5 ára er ofsalega fljótt að líða. Já, það er fljótt að líða. Mér finnst ýmislegt að vera mjög nýtt sem er kannski orðið 10-15 ára gamalt. 20 og eitthvað er maður að lenda mjög oft í bara, þetta er ekkert langt síðan ég keypti þetta. Svo sér maður framlýstu dagur, 25 ár. Og þetta er saman við reykskynjara, það er ekki nóg að kaupa reykskynjara og það þarf náttúrulega að skipta rafhlöðu. Og það er mjög
sko, já, fólk ætti ekki að hafa það eldri en 10 ára. Nei. Því skynjunin, hún minnkar með árunum, sko. Þannig að fólk skildi aðeins hafa það í huga líka. Eitthvað hægt að yfirfara það og sjá? Þessir skynjar er ennþá mjög fínn, sko, eða það er bara... náttúrulega framleiðsludagur á skynjara já. undir þeim, þannig að veist, það er bara góð regla þegar áratugurinn er að vera liðin að þá er gott að fara að skipta skynjara. Þess svona í dag er kannski komið meira 10 ára rafhlöður í skynjara. Já. Þannig þegar rafhlaðan er búin þá er skynjarinn búin. Þá er skynjarinn búin. Það er það áratugurinn, þannig að það er eiginlega mest megni sem við erum að selja svolítið í dag. Og þá ertu líka ekki að skipta alltaf þennan rafhlöðu kubb á hverju ári þannig að ég held að það sé svolítið framtíðin í því. Það eru tæki, það eru reykskynjarar, eitthvað fleira. Ég er náttúrulega í meira kannski geiranum sem við kemur sko að bruna kerfum, slökkukerfum, öryggiskerfum og í dag er alltaf að verða vinsæll og vinsæll að fá sér í raun og veru öryggiskerfi á heimili og inn í því eru reykskynjarar líka. Þannig að þegar þú ert ekki á heimilinu og kveiknar í, að þá fer eitthvað í gang, fara boð til stjórnstöðarinnar, öryggismiðstöðarinnar. Þannig að þá er þetta bregðast við mun fyrr heldur en ella. Þannig að það er orðið mjög algengt og pluss þarna ertu með vatnsskynjara, innbrotaskynjara og svo fram eftir götunum. Þannig að það er alltaf að verða vinsæll og vinsæll. Bara með þetta í símanuðinum, þetta er mjög sniðugt kerfi. Og þetta er fólk með bara heima hjá sér, fyrirtækjum. Þau eru misstór, þú getur fengið eitthvað mjög einfalt og svo bara flóknar og stærra. Grunn pakka og svo getur þú bætt við hann einfaldlega og þetta er alltaf að verða auðveldara að bæta við. Er eitthvað svona árstíðasveiflur? Finnið þið svona meiri þunga fyrir jólin? Er fólk svona kertatíminn hérna bresta á? Varðandi slökkutæki þá er það mest sem einstaklingar koma fyrir jólin. En fyrirtæki er þetta þessi rútína, alltaf einu sinni á ári. En einstaklingar alveg örugglega, meira desember. Fyrir jólin. Þá kom allir að kaupa rafhlöður og reykskynjara og það við tengjum það alveg. Það er smá meðvitund í gangi þarna. Algjörlega. Og þetta er líka mjög algengur jólagjöfi, sko, þannig að þetta er ekki dýrt. Þannig að þetta er... Pakka inn 5 reykskynjurum og gefa. Þetta er mjög sniðugt, tæki og skynjarar. Eru þið komnir í einhvern jólagýr þarna á öryggismiðstöðinni? Búin að jólaskreita? Algjörlega, sko. Það er svo miklu gýr að það er konur upp seríu. Jú, alltaf. En við tókum alltaf niður á það. Já, nokkar sem tókum ekki niður. Það stefnum ykkur. Settum bara samband núna. Já, algjörlega. Þannig það er bara að gera, fara aðeins yfir þetta hjá sér, sko, núna. Mjög nauðsynlegt. Þeir sem eru að horfa, aðeins að tekka kannski á dagstemplum og svona. Dagstemplum og helst náttúrulega eins og komið svolítið óvart eftir þessa bruna, þá er fólk komið og verið að spyrja. Að þá er þessi eini reykskynjari. Og svona þegar maður segir fólki að ég myndi vera með henni í Svefnbergi og þá hérna kemur, það er ekkert að vera kveiknin í Svefnbergi. Sko. Það þarf ekki nema eitt bara hleðslutæki og það hefur verið að kveikni þeim núna. Við fengið hérna síðan myndir því annað, það sem er bara hleðslutæki, bara í sambandi, ekki við síman eða neitt. Nei. Af því að maður skilur oft hleðslutækin eftir í innstungunni og svo fer maður bara. Algjörlega, og það er bara, það hefur verið að kveikni því og það viltu fá að vita að þú ert sofandi svona. Þú vilt ekki fá að vita að þegar loksins kemur fram á gang í 25 ára skynjaran. Svo er bara líka breyting á að það, sko, krakkar eru með svo mikið að græja með herbergjum sínum í dag. Þannig að það er ekki bara skrifborð og rúm, sko, þetta er mjög mikið að græja. Það er PlayStation og það er síminn og það er... Spjaldtölvurnar. Jesús, heimur vestnandi fyrr. Það er að gera bara aðeins að fara yfir þetta og vera alveg klár fyrir jólin. Þetta er mjög einfalt að setja upp reykskynjar og ódýrt. Ódýrasta líftrygging sem líklegast verða. Ég segi bara takk fyrir komuna og gangi ykkur vel og vonandi vera þessi bara jól brunalaus. Það skulle við vona, takk hérlega.